Já, komið þið sæl, lífið heilsar hér á Hringbraut. Við ætlum næsta klukkutíman að heyra sögur og fá góð ráð, allt fram að þjóðbrautinni klukkan 9. En við heyrum örlegasögu Magnúsar Halldórssonar sem að hrunið kippti fótunum undan svo fátt var eftir. Við ætlum að fá góð ráð frá Lukku, en við byrjum á því að heimsækja læknin sem hefur skorið með leysir í augu fjölda margra svo þið getið séð betur. Sigmundur Ernir hitti þannan lækni og spurði svona hvernig þetta færi eiginlega fram allt saman, þessi aðgerð sem að sumir reyndar þora alls ekki í. Jóhannes, af hverju ætti fólk að fara í leysi aðgerð og láta fikta í augunum sínum viðkvæmasta parti líkamans, ef svo má segja? Já, það góð spurning. Þetta eitthvað sem að svona okkar innsta þrá að vera sem minnst háð hjálpartækjum. Og það alveg sama hvernig maður horfir á það að gleraugun eru hjálpartæki, snertilinsur eru hjálpartæki og það ofsalega skrítin tilfinning og ég hef lent í þessu sjálfur þar sem ég hef farið í aðgerðina sjálfur að það mjög undarleg og góð tilfinning að geta verið án hjálpartæki, allt í einu að bara vera góður eins og maður Þannig að ég held að þetta sé djúpstæð tilfinning í fólki að fara að losna við þessi hjálpartæki. Og það það sem að, sumir halda til dæmis að þetta sé að hafa eitthvað með útlit að gera. Það ekki mín upplifun og annarra sem að stunda þessa lækningar. Þetta spurning lífsgæði. Þetta spurning lífsgæði, já. Geturðu lagað alla? Nei. Það hérna alveg fljót sagt og það náttúrulega þess vegna sem skiptir svo miklu máli. Fara í forskoðun til þess að kanna hvort maður kandidat í aðgerð. Það eru svona 20% einstaklingar sem ekki kandidatar í aðgerð og það getur þá verið af ýmsum orsökum, það getur verið ýmsir sjúkdómar, augsjúkdómar, það getur verið að setja hornina sé of flöt eða kúpt eða þunn og með horninni þá ég við þennan kúpul hérna framan á sem svona glær kúpul framan á augunum og þegar maður horfir á þetta svona þá þetta orðið undarlega líkt hérna perlunni hérna kúplunum á perlunni okkar og hérna en það stærsta hornin á Íslandi svo ég kalla það en það sem sagt þessi aðgerð framkvæmd á horninni hún breytir lögun hornuna. Það það sem eina sem við erum að gera. Við erum að vinna utan á glugganum á augunum. Hversu örugt þetta orðið? Sumir myndir við að setjast undir leysirinn og ég myndi sér að þeir getu verið fórnarlömb læknamistaka. Og við tökum það náttúrulega, þetta náttúrulega mjög alvarlega og þess vegna öryggið alltaf og verður alltaf að hafa öryggið í fyrirrúmi. En þetta 100% öruggt? Nei. Það náttúrulega það sem með öll mannsins verk og allt sem við gerum alveg frá því að við vöknum á morgnana að þá erum við að taka þátt í ýmsu sem ekki 100% öruggt. Við erum að keyra hingað og þangað og hjóla hitt og þetta. Lífið stórhættulegt. Lífið hættulegt en það sem en öryggið samt alltaf að aukast meir og meir. Og þannig að eitthvað komi upp á í aðgerð orðið afar sjaldgæft og við erum að tala kannski 2-3.000 aðgerðum sem orðið talið eins og við teljum mjög öruggt. En þetta eitthvað sem að fólk verður bara að gera upp við sjálf sig. Það mjög mikilvægt að fólk lesi til dæmis bæklingin sem við erum með og átti sig á því að þetta ákveðin áhætta sem maður tekur. En hún náttúrulega mjög lítil og þetta eins og að ganga yfir götu ef það eitthvað sem maður sækist nægilega mikið eftir hinum yfir götuna þá gengur maður yfir hana þó að það sé viss hætta sem í því fólkin alltaf. Þessi saga leysiraðgerða býsna skringileg. Þetta hófst alltaf á kalkún. Þetta hófst alltaf á kalkún og þetta var mjög skemmtileg saga þarna baki. Það var verkfræðingur hjá IBM sem sagt það ákveðin tegund af leysir sem kallaður Excimer leysir eða brottnámsleysir, brotthvarfsleysir. Og þessi leysir býr til kísilflugurnar og kísilflugurnar náttúrulega
býr til innviði tölvana sem veldur því að við getum haft hana inni hjá okkur en þær þarf ekki að taka heilan bílskúr og þessum verkfræðingi datt í hug var ekki hægt að gera þetta á manninum og hann fékk með sér nokkra vísindamenn daginn eftir velhefnaða þakkargjörðarhátíð þar sem að kalkún var á borðum eins og gengur og gerist og einhver afgangur var fór með afgangina kalkúnir í kjallara og þeir gerðu rannsóknir með svona examilesi sem var að búa til kísilflúr hafði einhvern tíma gert það og kalkúnin var þarna fyrsta tilraunadýrið. Þannig að, og þeir komst að því að það var hægt að endurmóta vef með þessum geislum. Og síðan í framhaldinu voru gerðar margar rannsóknir á því þar sem að hornimur tilraunadýra voru mótaðar og það kom í ljós að það var hægt að gera hornimuna flatari og hornimuna kúftari og í raun og veru bara hvernig sem það var og þannig að það kom í ljós og það fyrstu augun sem voru meðhöndluð í mönnum voru blind augu og það kom í ljós að augun þoldu þetta mjög vel. Og fyrsta aðgerðin var gerð þannig kringu 1990 og heppnaðist mjög vel og síðan í kjölfarið náttúrulega var þetta á 10 árum og það hefur aldrei gerst í sögu læknisfræðinnar þá var þetta vinsælasta aðgerð í heimi. En þetta Jóhannes, örmjór geisli, hann getur nánast bara teiknað sig inn í hár mjótt og það nú er. Já, og þessi geisli það er hægt að hafa hann það mjóan að það er hægt að búa til meira að segja listaverk í hárið. Það er hægt að skrifa stafi í hár, það er hægt og síðan er þetta skoðað í rafmynda smásjá og þá má sjá kannski bara stafina í hárinu sem er alveg magnað að sjá. Þannig að nákvæmnin, og hún þarf náttúrulega að vera mjög mikil því að þetta er eins og var gamla sagan mannin sem fór í augnagerð og gamla mannin sem var fyrir augnagerð og hann var hálfsmeykur og spurði auglækninn eða sagði við auglækninn heyrðu þú ferð svo varlega í aðgerðina hjá mér og þá sagði auglækninn já það skal slíka gera það má ekki muna tómmu og það er ekki einhver mæleining sem við getum unnið eftir en þetta allt saman þetta eru míkrómetrar sem við vinnum með og til dæmis að þetta hornhimna sjálf, þessi partur af auganu sem við erum að vinna með, hann er hálfur millimetr, 500 míkrón og svona rétt rúmlega það og við, þannig að leysirinn tekur ekki nema við erum svona að jafnaði að taka svona 50 til 150 míkrón af hornhimnunni. Þegar þú færð til þinn sjúkling og hann er með svona, eigum að segja alvarlega sjónskekkju, eitthvað svona dæmigert sem plagar hann þegar það kemur að auganu. Svo fer hann undir geislan hér og hvað gerur? Þú ert að færa honum rétta sjón? Já, það sem að þetta í raun og veru mjög einfalt prinsip sem að leysirinn vinnur eftir. Við erum að endurmóta hornhimnuna. Ef við förum svona, þetta örstuttur fyrirlestur hvað nærsýni, hvað fjarsýni. Nærsýni við eigum að vera með augu sem eins og borðtenniskúla í laginu. Nærsýni eru of löng augu sem eins og egg í laginu. Fjarsýni of stutt augu sem eins og einhver hafi keyrt aftan á augað. Þannig að það svona klesst auga, allt of stutt. Þannig að það sem við þurfum að gera til þess að koma fókusnum á réttan stað í fjarsýninni að gera hornununa kúftari. Þá brýtur hornuna ljósið meira og þá færist fókuspunkturinn framar í þetta stutta auga. Þá myndi komið fókus. Við gerum hornuna flatari, þá brýtur ljósið minna og fókuspunkturinn fer aftar í löngu auga. Þannig að það sem við erum að gera hérna í raun og veru ef við komum til nærsýnn, þá erum við að gera hornuna flatari, ef við komum til fjarsýnn, þá erum við að gera hornuna kúftari. Og það sem við gerum með sjónskekkjuna,
Það mjög skemmtilegt að sjónskekkja í raun og veru þegar að hornhimnan sem á að vera svona eins og við erum eins og evróskur fótbolti því að allt gengur út á fótbolta um þessar mundir að evróski fótboltin er svona það sem við viljum hafa. Þeir sem eru með sjónskekkju eru með amerískan fótbolta. Þannig að þeir eru það fyrir eftir hvar þú snýrð hversu kúpt við hornhimnan er. Þannig að við í aðgerðinni þá gerum við evróskan fótbolta úr amerískum. Þetta er mikið fikt. Já, algjörlega. En tekst þetta alltaf jafnvel? Koma menn kannski árið seinna og segja, herri, þetta er bara mistast alveg? Sko, þetta heppnast nánast alltaf mjög vel. Og til langframa? Já, en alltaf nei. Það er og við náttúrulega megum ekki gleyma því að við erum ekki að meðhöndla plast. Ef við værum að meðhöndla plast, þá myndi þetta heppnast eins alltaf og þá væri alltaf með sömu niðurstöðu. Það er jú dautt efni. Já, en við erum með lifandi vef og við erum mismunandi, við grófum mismunandi og þess vegna þarf í svona 5-8% tilvika þarf að gera viðbót til svona fíntjúna eins og við köllum þetta, þar sem við fengum, að ef viðkomandi er plus hálfur eða mínus hálfur að taka það burt. En að einhver sem er mínus 4 eða plus 4 verði aftur mínus 4 og plus 4, það gerist ekki. Nei. Þannig að nema, ég meina ef það gerist og þá gerist það á löngu tíma og þá er það vegna einhvers annars og við höfum ekki gleyma því heldur að við erum bara að vinna utan á glugganum, við erum að vinna með fremri linsu augans. En aftari linsan sem við köllum augastein, hún getur líka breyst með tímanum og þannig að sjónlag fólks getur breyst og þá getur virst sem að aðgerðin gangi tilbaka en það í raun og veru ekki það sem að gerast. Það sem að gerast að augasteinin að breytast yfirleitt. Við Íslendingar erum 333.000 þessa mundir. Hvað hefur á tilfinningu að margir séu búin að fara undir geislan? Hjá okkur og þeim öðrum aðilum sem að framkvæma þessa aðgerð, við erum ekki með nákvæma tölur það, en það kemur ekki óvart að þeir séu orðnir 30.000. Takk fyrir. Takk.